mars og við bjóðum sömuleiðis velkomna til starfa Brynhildi Ósk. Þakkaði fyrir Páll, en 30 ár í dag liðin frá því að 3 timburhús á horni Lækjargötu og Vonarstrætis brunnu til grunna og hús Iðnaðarbankans skemmdist mikið. En við skulum líta á helstu fréttir dagsins. Mannbjörg varð þegar netabáturinn Þorsteinn strandaði við Krýsuvíkurbjarg í dag. Þyrla Landhelgisgæslunnar bjargaði 10 manna áhöfn Þorsteins sem fékk veiðarfærin í skrúfuna miðjan dag. Skipið var innan við hálfa sjómílu frá landi þegar áhöfninni var bjargað og rak skipið upp í fjöru á 5. tímanum. Þyrlubjörgunarsveit Landhelgisgæslunnar hefur nú bjargað 39 manns borð í TF Líf á 6 dögum í 3 skipskoðum. Ríkisstjórnin þessa stundina að kynna verkalýðshreyfingunni ákvörðun sína skattalækkanir í áföngum á næstu árum. Fundur forystumanna ríkisstjórnarinnar með forystumönnum Alþýðusambands Íslands hófst í ráðherrabústaðnum klukkan 6. Samkvæmt óstaðfestum upplýsingum fréttastofunnar áformar ríkisstjórnin að lækka skatta 5 milljarða króna á næstu 3 árum. Megináherslan verði á að lækka staðgreiðsluprósentuna úr 42% í 38% og draga úr svokölluðum jaðarsköttum. Kjarasamningar þeir sem gerðir hafa verið síðasta sólarhring eru taldir staðfesta almennar launahækkanir fram yfir aldamót. Samningar hafa náðst við Verslunarmannafélagið og Iðju og almennt miðað við 65.000 króna lágmarkslaun sem hækki upp í 70.000 krónur á samningstímanum. Lægstu kauptaxtar hækka 26% við undirskrift. Samningar við VR gilda fram í febrúar árið 2000 en Iðjusamningarnir fram í október 1999. Þeir eru hins vegar taldir staðfesta að búið sé að leggja meginlínurnar við gerð kjarasamninga fram á næstu öld. En að öðru leyti ber þetta hæst í fréttum okkar klukkan 7:30. Fyrsta verkfall dagsbrúnar í 6 ár hófst á miðnætti. Mjólkurdreifing á höfuðborgarsvæðinu hefur lamast og verkfall verið boðað hjá skipafélögunum á miðvikudag. Leki komin að olíugeymum borð í Víkartindi en ekki verður dælt úr skipinu fyrr en í fyrsta lagi á morgun. Farið var borð í skipið í dag. Uppreisnarmenn í Albaníu hafa lagt undir sig enn eina borgina í suðurhluta landsins. Stjórnarhermenn eru flúnir og þar ríkir nú algjör upplausn. Og þá eru það íþróttir, Guðjón. Jú, Páll, í íþróttapakka kvöldsins heyrum við í Jóni Arnari Magnúsinni sem kom til landsins nú síðdegis. Grindvíkingar hófu titilvörn sína á Íslandsmótinu í körfuknattleik með glæsi brag og við höfum einnig að 8 liða úrslitum í ensku bikarkeppninni í knattspyrnu sem framfór í gær. Fréttir hefjast á slaginu 7:30. En framundan Ísland í dag. Sælublessuð. Áhöfnin á TF Líf hefur bjargað 39 mönnum úr sjávarháska á síðustu dögum eins og kom fram í fréttum hér að framan. Við vorum út á velli í morgun, út á flugvelli, þar sem áhöfnin var svona að drekka morgunkaffið eftir ævintýri síðustu daga, en skömmu seinna var hún kölluð út á nýjan leik og tilefnið var að sjálfsögðu þessi skipsskaðið þarna út undir Krýsuvíkurbjargi. En TF Líf sannaði í dag enn og einu sinni tilverurétt sinn þegar hún svo í dag, eins og ég sagði áðan, bjargaði þessum skipverjum þarna 10 á Þorsteini GK. Hásetinn á bátnum sagði, þetta eru frábærir menn á þyrlunni og það eru orðað sönnu. Við skulum fara og hitta þessa snillinga út á Reykjavíkurflugvelli, þessi menn sem vinna á verðmætustu vélinni á Íslandi í dag. Þeir voru á frívakt í dag, Hermann Sigurðsson flugmaður og Hilmar Þórarinsson flugvirki sem eru hluti af þessari fræknu áhöfn TF Lífar. Það var búið að hreinsa mestu olíun af þyrlunni inn í flugskýli og hreinsa búnaðinn, en sumt svo illa farið af olíu, eins og þessi galli hérna, að því verður hreinlega að henda. Hvernig líður þér eftir svona törn eins og þau verið síðustu daga? Bara mjög vel, þetta er náttúrulega gefandi starf sko og það er það sem heldur okkur gangandi og hérna það er alltaf gaman þegar vel tekst til, þó svo í þessu tilfelli náttúrulega fórust 2 menn sem náttúrulega skyggir á það. Hugsið þið mikið um það? Já, maður hugsar alltaf mikið um það sko og við höfum allflestir verið sjómenn áður sko, þekkjum þetta. Já, maður hugsar alltaf um það. En hvernig tekst þú á við það? Já, það er ekkert vandamál sko, ekki þannig en það náttúrulega tekur þátt í þessu með þeim aðstandendum sem er svart að binda og vildi náttúrulega tækifærið
að sýna þeim samúð mína í þessari sorg. Þetta er ekki hægt nema að vera vel æfðir og við erum það heppnir að fá að æfa eins og oft og við þurfum og mér finnst þessi vel vera búin að standa sig alveg með sóma sko. Ég bjóst ekki við hún væri þetta góð. Þetta hefur verið ótrúlega síðustu dagar og þessi fjöldi manna sem þið hafið náð að bjarga. Já, það hefur verið það. Það er búið að vera mikil svona ólga kraftur í veðrinu. Þegar lagðirnar hreyfa svona hratt upp að landinu þá bera það með sér alveg flóðbylgjurnar sko og ölduhæðin er svo mikil sko og það sýnir sig sko að svona skip eins og Dísarfjallið 7.000 eða 8.500 tonn held ég þessi. Að þetta getur bara grandað svona stórum og öflugum skipum. Hugsanlega þátt í náttúrulega biluninum borð í þýska skipinu líka. Gæti ég trúað. Það var mikið afrek að hífa skipverjana 10 af Dísarfellinu borð í TF Líf í hauga sjó. Hilmar var á spilinu í hurðinni og Auðun Sigmaður sveiflaðist til í vindinum eins og kólfur í klukku þar sem þeir kom ekki við svokallari tengilínu við björgunina. Þá notum við sem sagt, læsum við þessu hérna í krókinn og síðan við kallum þetta hérna svona punga, þeir eru þyngdir og annarkort það fer eftir veðri hvað við notum marga, eftir hvað er mikill vindur. Flugstjórinn vill heyra alveg stöðugt hvað er að gerast, jafnt og þétt hvað er að gerast í hurðinni og ég segi kannski klukkan 12, færðu klukkan 12, 5 metra eða klukkan 3, 10 metra og les svona jafnóðum í hann og samtímis er ég að segi honum ég er búinn að slaka þetta langt niður, kannski 10-20 metra og síðan sleppi ég þessu kannski í björgunarbátinn og þeir sem eru niðri toga þá til sín þessa línu tæma línuna og þá erum við með þá er þessi tengilínu þá erum við konum með samband við slysstað sko. Svo byrja ég að hífa og til þess að taka þetta sving eins og við kallum það þessa sveiflu sem myndast við það að hífa það upp þá halda viðkomandi aðilar við niðri og stoppa sveifluna. En í þessu tilviki er náttúrulega engin bátur og þeir eru lausir í sjónum og þá getum við ekki notað þessa svokölluðu tengilínu. Þannig að þeir sveifluðust til og frá, svo komur í klukku. Já, þannig að þeir sveiflast til og frá. Sigmaðurinn fer niður sko og hann reynir að ná til mannana, hann er með sundfitt sko og þannig að Hilmar gæti kannski komið honum í sjóinn ekkert langt frá með honum, aldrei náttúrulega alveg við það. Og þá gæti hann hjálpað til með sundfittunum að færa sig að þeim og koma þá þessari björgunarlykkju yfir og hífa þá borð. Hvaða takki er þetta? Hvað er að gerast? Þú erum búin að setja rafmagnið á og sína svona kannski smá ljósabil hérna. Það blikkar hérna rautt alarm. Já, þetta er náttúrulega viðvörunarkerfið fyrir hin ýmsu kerfi. Það er afvísingabúnaður á aðalskrúfu og það er afvísingabúnaður á stélskrúfu á stélfletinum að aftan og það eru mótorintökin, þau eru hituð framrúðurnar, við getum hitað þær þegar frísa á þeim ekki sést út og þá getum við hitað rúðurnar til þess að losna við það. Hvar er öskubakkin? Þetta sé bannaður ekki en það er nú komin hérna öskubakkin. Hilmar og Hermann eru báðir í skýjónum yfir TF Líf. Það má hérna þakka náttúrulega þessu öfluga tæki í þyrlunni, hvað þetta tókst vel og okkur er oft kviðið fyrir þegar við vorum með SIF sko að lenda í svona atviki sko og eiga þá hættu að þurfa að skilja einhver eftir. En með þessu tæki að þá ættum við að ná svona öllum þessum skipshöfnum sem við þekkjum til hér í Ísland. Og þetta grundvallast bara á þessu mikla tæki og það er náttúrulega að þakka þeim sem að gera það kleift að þyrlan var fengin og þetta tókst svona vel, myndi ég segja. Einn þeirra er Ingibjörn Albertsson, fyrrverandi þingmaður sem lagði fram frumvarpið sitt fræga kaup á öflugri björgunarþyrlu fyrir 10 árum.
Það ekki að spyrja því Ingibjörg, þú ert ánægð með þyrluna eftir atburðið síðustu daga? Já, ég hef alltaf verið ánægð með þyrluna. Þetta slíkt þarfa tæki að það mátti ekki bíða lengur eftir að þjóðin eignaði slíkt tæki. Og hún rækilega sannað tilverurétt sinn núna síðustu dagana. En reyndar þurfti ekki þetta til þess að sanna það. En því miður að það varð að skeið þetta slys og því miður þá mistum við 3 góða menn. Og ég votta aðstandendum samúð mína með það. En það var líka fjöldamanns bjargað og þar sannaði þyrlan svo sannarlega tilverurétt sinn. Dreymir þið þetta nóttunni stundum? Nei, ég vildi ekki. Sér kallaðir í útkall, litlum fyrirvara? Nei, en einhvern veginn stundum hefur maður einhverja svona vísbendingum. Maður finnur stundum á sér að það sé eitthvað að fara að gerast. Hvernig þá? Ég veit, það ekki hægt að skýra það, sko. En ég hef nokkuð oft orðið var við það, þannig að það ekki bara einhver ímyndun. En það hefur komið fyrir að maður finnur svona á sér að það sé eitthvað í aðsíðu. Nú stendur þá í stappi með rekstur á þyrlunni. Þú ert ekki lengur á þingi til þess að berjast fyrir því? Nei, það eru margir góðir menn á þingi og þeir munu örugglega sjá til þess að þessi þyrla hún verður notuð eins og á að nota hana. Auðvitað þarf hún að fara í sitt viðhald af og til og upphærslega hvað sem það nú heitir. En hún verður auðvitað verið í þjónustu þjóðarinnar eins mikið og hægt er. Og ég treysti alveg mönnum sem nú þingi í dag til þess að sjá fyrir því. Sjálfstæðismönnum þá? Sjálfstæðum mönnum, hvar í flokki sem þeir eru. Við lentum í því óhappi að ein lykkjan losnaði úr króknum. Það voru 2 lykkjur og hann var búinn að húka utan um sig maðurinn. Og við ákvaðum að bíða þá með hann, klára að taka hina borð. Og svo síðan mistum við sjónar á honum. Meðan á björgunin stóð. Við vorum að ná hinum mönnunum upp. En við vissum á hvaða svæði það var, þannig að við fundum hann fljótt aftur en hvað hann brosti og var rosalega ánægður að vera komin borð. Hann var svona hálf vöknaði í augun sko að taka á móti honum sko. En svo spurði hann á leiðinni hvernig leið þér þegar þú varst einn eftir. Mér langaði að vita það sko. Og hann hélt að við værum orðnir eldsneytislausir, værum farnir og vonaðist bara að skip myndi finna sig. En svipurinn á honum sko, hann alveg fastur sko, í minninu. Mér fannst þetta svona, ég var ánægður að við skildum, þetta gekk vel fyrir sig. Sjónvarpsmarkaðurinn stoltur af að kynna Riverdance, danssýningu sem vakti heimsathygli á Eurovision-keppninni sem haldin var á Írlandi 1994. Sjáið einhverja færustu dansara heims leika listir sínar. Myndbandi kostar aðeins 2.290 krónur. Kellogg's Special K morgunkornið snautt af hitaeiningum. Kellogg's Special K, gott bragð og línurnar í lagi. Gestgjafinn, verði þér að góðu. Nýtt tölublað af gestgjafanum komið út. Mega Jukebox 10 diska safn með öllum bestu og vinsælustu lögunum frá árunum milli 1950 og 60. 10 geisladiskar á einungis 4.990 krónur. Ringið og pantið í síma 5 15 8000. Sjónvarpsmarkaðurinn í opinni dagskrá á Stöð 2. Tryggjum sjómönnum björgunarskip í alla landshluta. Þetta miðinn sem getur gert drauminn að veruleika. Happdrætti Slysavarnafélags Íslands. Fáðu innsýn í spennandi heim hús á híbýla.
Sæl aftur. Við komum næst við á landvegamótum í Rangárvallasýslu. Verslun sem stendur á krossgötum, miðja vegur milli Hellu og Selfoss og þaðan liggur líka beinn og breiður vegur upp í Landsveit og niður í Ásarhrepp. Það liggja vegir til allra 8 frá landvegamótum og þar fást allar nauðsynjavörur og allar olíur líka. Og þrátt fyrir að viðskiptin séu hægari á svona vetrardegi í mars en hásumar, þá alltaf umferð. Það alltaf einhver sem kemur. Það alltaf umferð. Það alltaf einhver sem kemur. Pálína kaupmaður keypti vegamót ásamt manninum sínum fyrir 10 árum. Mér fannst þetta orðið mikið ráðist. Ég var bara búin að vera svo stutt út á vinnumarkaðnum. Áður var ég bara heima að hugsa mín 7 börn. Og þetta var náttúrulega heilmikið að takast á við þetta, en ég er búin að læra mikið á þessu. Ég vinn oft langan dag, það er aldrei misjafnt. Ég vinn, til dæmis á veturna vinn ég flestar helgar alveg laugardag og sunnudag. Og á sumrin þá reyni ég að eiga frí aðra hvora helgi. Að öðru leyti vinn ég hálfan daginn hérna, en svo er maður með bókhaldi og annað sem er í kringu þetta, sem er náttúrulega heilmikið meira en bara að standa hér. Gott að búa í sveitinni. Innan öll dýrin og við höfum 2 ketti og 1 hund og þetta er bara meira aftur. Læðislegt alveg. Albert svínabóndi er að koma frá bankastjóranum og er í besta skapi. Ég kem frá bankastjóranum, eins og svínabændur almennt í dag. Það alltaf einhver sem kemur. Ég er ekkert að bíða eftir vorinu. Veturinn er ágætur. Það er gaman að því að brjótast svolítið í slæmri færð. Það hefur nú ekki svo sem háð okkur í vetur. Elín er að koma heim úr skólanum. Hún segist vera frekar hamingjusöm manneskja. Já, hún frekar. Held það bara. Hamingja felst í svo mörgu öðru heldur en vinnu, hún felst í bara sambandi við fólkið sitt og fólkið í kringum hann og ég hugsa að ég sé svona afskaplega sátt við lífið og tilveruna. Það alltaf umferð. Það alltaf einhver. Guðrún frá Kaldarholti ekur grænum gömlum landrót. Ég mun bara að fara í verslanir og bankana og veist á sýsluskrifstofum. Við erum á leiðinni heim. Það er nógu snjór þegar ég kem heim. Alltaf kafi. Það er svo miklu lengra. Ég efast að séu froslust. Það er ekki fólksbílafart heima eins og er. Það er ekkert mokkað. Ég veit ekki hvað ég verð lengi, það er splint. Albert segir að sé liðið vel. Skelfing vel. Bara alveg skelfing vel. Maður hefur það ágætt. Og veðrið, það fer ekkert í taugar mínar. Mér líður ágætlega. Bara leiðilega helst eða fyrir. Já, ef það er mjög anskoti hvast. Því það er svo illa merktu vegurinn. Maður verður meira að keyra eftir minni. Þetta er lífið á vegamótum þennan vetrardag. Mjög gott hvernig sem viðrar. Mjög gott. Því það er alltaf umferð. Það er alltaf einhver sem kemur. Það alltaf umferð. Það alltaf einhver sem kemur. En oft er líka dauft. Það er mikið oft rólegt á veturna. Þetta er bara svona. Þetta er lífið í dag. Pálína á vegamótum. Og skoðum þá dagskrána á Stöðinni í kvöld og næstu dag. Klukkan 10:09 í kvöld verður sýndur seinni hluti hörkuspennandi framhaldsmyndar sem nefnist Í klóm tímans og er gerð eftir sögu Stephen King. Í
Í fjöröfninu annað kvöld verður meðal annars dregin upp nærmynd af Þorsteini Hallgrímssyni sem gerði garðinn frægan í körfuboltanum hér á árum áður. Strax á eftir fjöröfninu annað kvöld sjáum við síðan nýjan þátt sem Bjarni Hafþór Helgason hefur gert og nefnist hann Rarik, lifandi afl í hálfa öld. Á miðvikudagskvöld sjáum við fjórða þátt Ara Trausta Guðmundssonar undir heitinu Í sátt við náttúruna og að þessu sinni verður fjallað námugröft og efnistöku. Loks minnum við landsmenn alla á landssöfnun til styrktar hjartveikum börnum á föstudaginn kemur. Átakið hefst strax morguninn á Bylgjunni og hápunkturinn bein útsending á Stöð 2 kvöldið. Við hvetjum alla til að leggja sitt af mörkum og gefa hjartveikum börnum von betra líf. Og þá íþróttum, Jón kominn heim, það ekki, Gaupi? Jú, Þorsteinn og þjóðin segir ég er glöð en komið þið sæl. Jón Arnar Magnússon kom til landsins nú síðdegis eftir frægðarför til Parísar. Páll Ketilsson var í Keflavík. Jón Arnar Magnússon kom til Keflavíkur síðdegis í dag með bronspeninginn sinn sæll og glaður eftir frábæra frammistöðu á heimsmeistaramótinu í París. Forráðamenn Frjáls Íþróttasambands Íslands, Ólympíunefndar og Íþróttasambands Íslands tóku á mótunum. Gerðirðu einhvern tíma vonir, Jón, að sigra áður en þú fórst? Nei, ég var að hugsa mér bara að þetta svona gott með 7. sætið. En svona þér var að fara að líða og þá náttúrulega varstu farin að hugsa eitthvað annað eða ekki? Já, svona eftir fyrir daginn. Hægt að spyrja svona hvað mistókst í rauninni? Af hverju vannst ekki? Já, það var bara, eins og maður getur sagt bara sjálfum mér að kenna. Það var bara svona í hita lengsins það í stangastökkinu. Það var bara, mannleg mistök. Ertu eitthvað hræddur við það? Nei, það var bara, ég fór bara ekki á nógu stífa stöng. Það var bara orðið þyngri og sterkari við í fyrra. Það má með sanni segja að þú sért orðinn atvinnumaður. Þú fyrst nú ágætis peningavelum. Já, ég var nú eftir að sjá þau fyrst. Jón á því stígi sem að þú gerðir ráð fyrir? Hann alltaf að bæta sig? Já, hann það. Hann kom út úr þessu eins og við vonuðum. Bæði góður árangrar í greinum og svo aðeins lakari eins og við áttum þetta að vona og kemur alltaf. Þannig að menn eru bjartsýnir? Já, mjög bjartsýnir, engin ástæða til annars, ekki það. En þá það körfuboltinn. Íslandsmeistarar Grindavíkur hófu titilvörn sína á Íslandsmótinu í körfuknattleik með glæsibrag en í gær vann liðið næsta auðveldan sigur á Skallagrími. Meistarar Grindavíkur byrjuðu úrslitakeppnina vel þegar liðið tók á móti Skallagrími úr Borgarnesi í Grindavík í gærkvöldi. Heimamenn léku vel og keyrðu upp hraðan sem var meira en Borgnesingar réðu við. Skallagrímsmenn virtust trúaðir af taugaspennu og fengu ekki rönd við reist í leiknum. Það var einkum firnagóður leikkafli Grindvíkinga í fyrri hálfleik sem skóp stóran sigur liðsins 111-68. Heimamenn með þá Hermann Maes og Helga Jónas Guðfinnsson í banastuði komist í 38-26 og bættu betur og höfðu fórust í hálfleik 52-37. Í síðara hálfleik var aldrei spurning hvort liðið færi með sigur á hólmi, heldur aðeins hve stór sigur Grindvíkinga yrði. Borgnesingar voru í aukahlutverkum í leiknum og köflum nánast sem áhorfendur á stórsýningu Grindvíkinga sem virtist geta gert hvað sem þeim datt í hug. Leikur Grindavíkur í gær lofar góðu framhaldið en hafa ber í huga að andstæðingurinn var hvorki fugl né fiskur. Hermann Maes var stigahæstur Grindvíkinga í gær með 30 stig og Unndór Sigurðsson sem átti snarpa spretti setti 20. Grétar Guðlaugsson var stigahæstur Borgnesinga með 16 stig. Auðvitað komum við til að vinna og mér fannst stemmingin í liðinu vera góð fyrir leikinn og mér fannst við byrjananleik þannig eins og við vildum spila. Mér fannst liðsheildin vera sterk og menn voru að gera þetta saman. Síðan eftir að þeir náðu 10 stiga forskoti það var hann í lok fyrri-hálfleiks og sérstaklega bara byrjun seinni hálfleiks þá var eins og að menn mistu trú á að liðið gæti þetta og hefðu frekar trú að þið gæti þetta einir. 2 leikir á dagskrá í kvöld, þá taka Keflvíkingar á móti ÍR og Haukar mæta Njarðvík. Báðir leikirnir hefjast klukkan 20 og verður bein lýsing á Bylgjunni. En þá í enska boltan. Í gær var leikið í 8 liða úrslitum í ensku bikarkeppninni í knattspyrnu. Chelsea vann sigur á Portsmouth 4-1, Middlesbrough laði Derby 2-0 og Chesterfield vann Wrexham 1-0. Í Sheffield tóku heimamenn í Sheffield Wednesday á móti Wimbledon. Það var jafnræði með liðunum í gær og liðin skiptist á að sækja. Fyrri hálfleikur var markalaus en það dró til tíðinda á 75 mínútu í síðara hálfleik þegar leikmaður febrúarmánaðar í enska boltanum Robbie Earl skoraði 1-0 en Earl hefur náð að skora í hverju umferð bikarsins fyrir Wimbledon. Þegar að rétt mínúta liðið að leik var komið að Dean Holdsworth að skora en skömmu áður hafði hann komið inn á sem varamaður.
Holdsworth hefur ekki átt fast sæti í liði Wimbledon í síðustu leikjum, en sumir kenna vandræðum í kvennamálum, en kappinn kuð ekki vera við eina fjöluna feldur þegar yngismeyjar eru annars vegar. En úrslit leiksins 2-0 fyrir Wimbledon. Í gær var svo dregið í undan úrslitum þar mæta Chelsea og Wimbledon og Middlesbrough mætir Chesterfield. Hér síðustu veðurspáin. Veðurstofa Íslands spáir suðvestan stinningskalda allt land á morgun sem snýst í suðvestan golu síðdegis. Það verða él landið vestanvert en létt skýjað austan til. Hiti verður frostmark víðast hvar en vægt frost norðanlands. Fréttir komu eftir skamma stund, hittumst aftur annað kvöld. Verið sæl. Mannbjörg varð þegar netabáturinn Þorsteinn strandaði við Krýsavíkurbjarg í dag. 39 manns hefur nú verið bjargað af þyrlu Gæslunnar á 6 dögum. Ríkisstjórnin þessa stundina að kynna forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar ákvörðun sína skattalækkanir í tengslu við kjarasamninga. Kjarasamningar þeir sem gerðir hafa verið síðasta sólarhring við VR og IÐJU eru taldir leggja línuna fyrir almenna launahækkanir fram á næstu öld. Fyrsta verkfall Dagsbrúnar hafið og hefur mjólkurdreifing á höfuðborgarsvæðinu lamast. Verkfall hefur verið boðað hjá skipafélögum á miðvikudag. Leki kominn að olíugeymum Víkartinds, farið var borð í skipið í dag en ekki verður dælt úr því fyrr en í fyrsta lagi á morgun. Uppreisnarmenn í Albaníu hafa lagt undir sig enn eina borgina í suðurhluta landsins. Stjórnarhermenn í borgin eru flúnir og þar ríkir upplausn. Gott kvöld, við byrjum á samningum. Kjarasamningar sem gerðir hafa verið á þessum sólarhring eru taldir staðfesta að búið að leggja línuna fyrir almennar launahækkanir í landinu fram yfir aldamót. Almennt miðað við 65.000 króna lágmarkslaun sem hækki upp í 70.000 krónur á samningstíma. Lægstu kauptaxtar hækka 26% við undirskrift. Kristján Már Unnarsson tekur við. Hér í Karphúsinu við Borgartún hafa hlutirnir gerst hratt síðastliðinn sólarhring. Rafiðnaðarsambandið undirritaði samninga snemmi í morgun. Verslunarmannafélag Reykjavíkur klukkan 13:30 í dag og í kvöld klukkan 9 mun IÐJA væntanlega undirrita nýja kjarasamninga. Með undirritun í dag Verslunarmannafélag Reykjavíkur búið að semja fyrir hönd tæplega 20.000 félagsmanna. Taxtahækkanir hjá VR og Rafiðnaðarsambandinu í samningi þeirra á almenna markaðnum eru 4,7% við undirskrift, 4% 1. janúar 1998 og 3,65% 1. janúar 1999. Samningurinn gildir til 15. febrúar árið 2000. Í samningi VR ennfremur gert ráð fyrir sérstökum krónutöluhækkunum í upphafi á lægstu taxta. Kauptaxtar eru færðir nær greiddu kaupi, samkvæmt sérstökum reglum, gert ráð fyrir hraðari starfsaldurshækkunum, en dagvinnutími skilgreindur frá klukkan 8 til 20 sem þýðir að atvinnurekandi fær aukinn sveigjanleika. Við settum okkur það markmið að ná semja fyrst og fremst kaupmáttarauka á samningstímanum. Og ef allt gengur eftir sem að við vonum og miðað við það sem við sömdum þá ætti þetta skila okkar fólki 8 til 10% í kaupmáttarauka og þá höfum við náð því marki sem við settum okkur við kröfugerðina. Ágætlega sáttir við það sem búin að gera hérna. Þetta eru meiri kauphækkanir heldur en við höfum viljað sjá. Þetta hins vegar sá munur á því sem við verðum að gera núna og stundum áður að þetta endanleg gerð. Við höfum kannski grínast pínlítið með það að við getum gefið út núna kauptaxtana fram til aldamóta án þess að þurfa að hafa áhyggjur eða þurfa að breyta. Megin áherslan hjá IÐJU að hífa lægstu taxt upp í 65.000 króna markið strax. Almennar taxtahækkanir eru 4,2% við undirskrift, 4% 1. janúar 98 og 3,5% 1. janúar 99. Samningur IÐJU gildir skemur eða til 15. október 1999. En eiga síður þá erum við að hækka lægstu laun mjög verulega. Hvað það mikið? Í prósentutali þá getur svona byrjunlaun núna verið að hækka á bilinu 25-6% eitthvað svo leiðis. Það að IÐJU og Landssamband verksmiðju fólksskyldu ganga til samninga nú fyrir höndum 3.000 félagsmanna talið undirstrika að búið að leggja meginlínur í kjarasamningum í landinu fram á næstu öld. Formaður Dagsbrúnar var reyndar ekki hress með framtak IÐJU. Það vaknar allt svo spurning hvort þetta svo félagslega framkoma sem menn eiga temja sér í samskipti við aðra. Við semjum mismunandi hætti við þessa 3 stóru hópa sem við samtum hér við núna. Mismunandi gildistími, það mismunandi form á samningum.
og ég hef nú trú á því að þessi aðferð, hún ætti að geta gagnast okkur til þess að svona sauma utan sér hagsmuni og óskir þess sem utan við standa. Forystumenn ríkisstjórnarinnar hófu fund með forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar í ráðherrabústaðnum klukkan 6. Þar kynnti ríkisstjórnin 5 milljarða króna skattalækkanir í áföngum á næstu 3 árum. Skattprósentan í staðgreiðslu lækkar úr 42% niður í 38%. Einnig verður dregið verulega úr svokölluðum jaðarsköttum. Kristján Már Unnarsson var að koma úr ráðherrabústaðnum. Forystumenn Alþýðusambands Íslands hafa knúið mjög á svör frá ríkisstjórninni undanfarnar vikur skattalækkanir og það var nú loks undir kvöld sem þeir fengu svörin. Að við teljum af hálfu ríkisstjórnarinnar að það vísbendingar sem komnar eru í kjarasamningum þessara stóru félaga sem nú hafa samið séu þess eðlis að ef að þær eru vegvísirinn að samningsgerðinni þá megi ætla að líkur séu á að hægt verði að halda efnahagsþróuninni innan ramma stöðugleikans þó það sé teflt og tæpast af að. Forsætisráðherra skýrði því næst frá ákvörðun ríkisstjórnarinnar skattalækkanir en hún gerir ráð fyrir að staðgreiðslan lækki á næstu árum úr 41,98% í 37,98% eða 4%. Skattalækkunin afturvirk frá 1. janúar síðastliðinn, lækkar prósentan 1,1%. 1. janúar 1998 lækkar hún 1,9%, þar að vera ætlunin að sveitarfélög leggi til 0,4% og 1. janúar 1999 lækkar skattprósentan 1%. Í öðru lagi munu skattleysismörk hækka 2,5% frá 1. janúar 1998 í samræmi við þær forsendur sem aðilar á vinnumarkaðnum hafi gefið sér verðlagsþróun. Skattleysismörk munu hækka 2,5% á ný 1. janúar 1999 og enn 2,5% 1. janúar árið 2000. Í þriðja lagi mun sérstakur hátekjuskattur hækka úr 5% í 7% frá 1. janúar 1998. Mörk skattsins hækka á móti úr 234.000 hjá einstaklingi í 260.000, úr 468.000 í 520.000 hjá hjónum. Styrki til ellilífeyrisþega, öryrkja og annarra sem slíkra bóta njóta munu hækka í samræmi við þær meðaltekjuhækkanir sem að verða okkar mati í kjarasamningunum. Við gerum ráð fyrir því að þessar ákvarðanir kosti 5 milljarða króna þegar það verða komið að fullu til framkvæmda. Réttum 4,5 milljarður komi frá ríkinu og rúmlega 0,5 milljarður frá sveitarfélögunum. Og við teljum að þetta séu afar stór skref. Ítreka það við teljum að þessi ákvörðun okkar sé á ystu nöf og reyni á þanþol ríkisbúskapar, en við treystum því að þær forsendur sem hafa gengið út frá í þeim samningum sem nú þegar hafa verið gerðir verði þær forsendur sem munu leggja til grundvallar og það tækist að ná fram þessu miklu skattalækkunum á þessu tímabili. TF Líf, þyrla Landhelgisgæslunnar, bjargaði í dag 10 manna áhöfn netabátsins Þorsteins GK við Krýsuvíkurbjarg. Bátinn rak stuttu síðar upp í stórgrýtta fjöruna við bjargið. Þetta er 3. björgunarafrek þyrlubjörgunarsveitarinnar á skömmum tíma. Á 6 dögum hefur hún á þessum tíma bjargað 39 mannslífum. Egill Helgason. Eins og sjá má að þessum myndum sem voru teknar þegar klukkan var farin að ganga 6 í dag er Þorsteinn GK komin upp í fjöruna við Krýsuvíkurbjarg og virðist horfa þunglega með að bjarga skipinu. Þorsteinn var á veiðum skammt frá bjarginu þegar veiðarfæri fór í skrúfuna og báturinn varð vélarvana, einmitt þegar var hávaðarok og hauga sjór á þessum slóðum að sögn skipverja. Það fór í skrúfuna og vélinn drap á sér við það og verið að reyna að koma henni í gang. Vélstjórinn reyndi mikið að koma henni í gang, hún drap alltaf á sér aftur. Það var ekkert hægt að hreyfa skrúfuna, það komum bara högg og læti. Þannig að vélinn var gaslaus. Hvernig gekk björgunin fyrir sig? Hún gekk mjög vel, alveg frábærlega. Það var alveg frábærlega þessu staði. Það var alveg frábær bara áhöfn hérna á þyrlunni. Hvernig leið ykkur þegar þið sáðu að hún var komin ykkur til aðstæðar?
Mér létti rosalega, ég veit náttúrulega ekkert minna. Mér létti rosalega. Öryggi að vita af henni þarna fyrir ofan okkur, tilbúin að hífa okkur upp. Þyrlan lenti við flugskýli gæslunnar á Reykjavíkurflugvelli skömmu eftir klukkan 4 og amaði ekkert að áhöfn Þorsteins. Þegar þyrlan kom að bátnum í dag hafði skipstjórinn varpað akkerum skammt frá bjarginu og reyndi að halda við. Það varð úr að þyrlan náði fyrst í 6 skipverja en hinnir 4 urðu eftir á skipinu í þeirri von að akkerisfrestar héldu meðan þeir kæmu vélinni í gang. Við vorum rétt búnir að taka okkar sigmann og tengilínu sem sagt borð til okkar þegar hitt akkerið gaf sig, slitnaði. Þannig að bátinn rak hratt í áttalandi og þá var þetta svona verra viðurregnar vegna þess að þá var náttúrulega algjörlega stjórnlaus og snerist bara á alla kanta en við komum sigmannu niður aftur með tengilínu og tókum restina og ég held að bátinn hafi verið eitthvað 150 metra undan berginu þegar síðasti maður eða okkar maður kom frá borði. Sigmaður Landhelgisgæslunnar segir að það hefur verið talsverðum erfiðleikum bundið að bjarga síðustu 4 skipverjónum frá borði. Það var helvitis brast því að þá lá hann flatur fyrir og töluverið veltingur á þessu. Engin stjórn á skipinu, eða stjórnlaust. Já, það gekk erfiðlegar að komast borð þá. Og þá voru þeir 4 eftir og tók 2 fyrst upp og síðan þeir síðustu að þá var skipstjórinn ennþá í vafa hvort hann ætti að fara frá borði. En þá var skipið 300 faðma frá landi. Og bjargið framöndan? Og bjargið framöndan. Það átti að hugsa, eða átti að bjarga skipinu. En ég sagði hann var ekki að gera ráka hluti og hann var tekið frá borði. Engan bilbug er að finna á Dagsbrún. Fyrsta verkfall félagsins í 6 ár hefur lamað mjólkudreifingu á höfuðborgarsvæðinu. Verkfall er boðað hjá skipafélögum á miðvikudagskvöld og áfram er keyrt við undirbúning allsherjarverkfalls. Kristján Már. Flutningabílar mjólkursamsölunnar hafa staðið óhreyðir í dag. Engri mjólk hefur verið dreift í verslanir á höfuðborgarsvæðinu. Í útkeyslusal mjólkursamsölunnar er svo þess en þar var tómlegt að litast í dag. 80 dagsbrúnamenn sitja heima, aðrir starfsmenn hafa lítið að gera, öll starfsemi liggur nánast niðri. Já, það segir sig sjálft. Þetta náttúrulega lamar fyrirtækið nánast alveg gjörsamlega. Þannig að hér eru mjólkurfræðingar og margir fleiri sem þetta hafa lítið að gera meðan þetta ástand varir. En hvenær má búast við mjólkurskorti? Já, miðað við það mjólkurmagn sem fór út núna í síðustu viku og helgina að þá á að vera til nóg af mjólkurvörum út í verslunum fram í svona miðja viku, fram á miðvikudag 5. Hjá Dagsbrún og Framsóknir haldið áfram að undirbúa verkföll. Atkvæðagreiðsla sem stendur fram á 5. dag hófst í dag boðun allsherjarverkfalls frá 23. mars en áður var búið að samþykkja boðun verkfalls hjá skipafélögum á við höfnina frá kvöldi 12. mars og hjá olíufélögum frá 16. mars. Til að leggja áherslu á kröfur sínar ákveðu Dagsbrúnumenn hjá Sandskipum að hætta vinnu klukkan 4 í dag og neita þeirra að vinna yfirvinnu fram að verkfalli. Og þeir þurfa auðvitað að spyrja sjálfa sig að því og þú sérstaklega forystumenn þeirra hvort að þessu líklegt er að gagnast hagsmuni þessa fólks að fara að stefna því í verkfall í dymbilviku og yfir páskana og svo í framhaldi af því. Ég held að sé óskaplega erfitt í þessari stöðu að sjá ávinning af því. Við höfum með þessa niðurstöðu bæði stóra fundunum, viðhorfskönnun sem fór fram í vor og síðan á þessum fjölda vinnustæðafunda sem við verðum á og við vitum alveg hvernig fólk er stefnt. Er þá markmiðið bara að fara í verkfall? Nei. Af því að fjöldin vill það? Nei, það er ekki markmiðið að fara í verkfall en við vitum bara að fólk er tilbúið að berjast fyrir kjörunum sínum. Og við stingum ekki svona atkvæðagreiðslu undir stól. Það hlýtur hver maður að sjá, við getum það ekki. En hvað segja verkamennirnir sjálfir? Menn vilji bara sýna hörku, eitt skipti fyrir all. Og það virðist ekkert tíð að tala við á öðruvísi en að sýna einhverja hörku. Þú vilt fara í verkfall, þótt aðrir hafi samið? Já, alveg alveg því. Hvernig er stemningin gagnvart verkfalli hjá ykkur? Hún er mjög fjöld. Ert þú á móti verkfalli? Já, ég vil ekki verkfalli. Hvað segirðu? Nei, ég er ekkert á móti þessu, ég vil bara meira kaup. Farið var borð í Víkartind á strandstað í dag og aðstæður kannaðar. Olía er farin að leka úr tönkum skipsins en hollenskir björgunarsérfræðingar segja að dæling olíunnar úr skipinu takið að minnstakosti hálfan mánuð. Það starf hefst ekki fyrr en að lokinni rannsókn á skipinu á morgun. Eiríkur Hjálmarsson.
Strax í morgun hófust hollenskir björgunarmenn handa við að rafsjóða þrep utan á skrokk Víkartinds. Því var lokið upp úr hádegi, en á sama tíma leituðu flugbjörgunarsveitamenn eiturefna sem voru í gámi féll af skipinu í gær. Tréspýri var þar á meðal, en blásýrusalt í gámi á tilfari var enn á sínum stað síðast þegar fréttist. Flugbjörgunarsveitamenn frá Hellu hafa líka verið að hirða upp olíuvarning sem að skolast hefur út úr gámum skipsins. Hérna eru nokkrar tunnur. Þessi tóm, það var smurolía í þessi er hálftóm, þessi full. Svona er þetta, en olíuskaðinn af þessu er ekki mikill samanborið við það sem að gæti orðið ef að tankar skipsins fara að gefa sig, því að þar er að finna svona 1500 til 2000 svona tunnur. En það eru einmitt þessi 300 tonn af svartolíu og 50 tonn af gasolíu og smurolíu sem borð í skipinu eru sem aðgerðir í dag miðuðust við að bjarga. 2 lögregluþjónar og tollvörður fóru í könnunarleiðangur borð í skipið miðjan dag og komust alla leið upp í brú. Þá var farið að falla að og fór sjór að ganga yfir skipið meðan þremenningarnir voru borð. Það brýtur mjög mikið upp skipið og það er raun og veru ekkert að gera þarna borð. Það er ekkert að tryggja gera neitt af því sem við ætlum að gera. Það verður ekkert fyrir á fjöru í fyrramálið. Eru menn öruggir þarna borð? Nei, mér leið ekkert vel. Langt frá því ég nú gamall sjóhundur. Mér leið illa. Þú fórst ofan í lest? Ég fór ofan í lest, ég reyni að hafa það. Hvernig var það? Það var svona heldur napurlegt. Þetta var allt á ská og skjón en farmurinn virtist nú vera þarna á sínum stað. En það var komin olía í lestargólfin og allt svona napurlegt að litast. Allt í myrkri og Þannig að það er eitthvað sem að seytlar úr taugunum? Já, það verður nú, ég veit ekki hvort það fer út úr skipinu, en allavega það er komið í gólfin þarna, það verður styrir að komin eitthvað smá gatt þarna sjálfsagt. Lögregla og tollverðir fara aftur borð á morgun til þess að finna dagbækur skipsins sem eru mikilvægt að rannsóknargagn í hugsanlegu sakamáli á hendur skipstjóranum og tollverðir munu innsigla vistarverur skipverja og hafa eftirlit með farmi. Hollensku björgunarmennirnir komast ekki borð fyrir á eftir löggæslunni á morgun og þá í fyrsta lagi hefst dæling úr skipinu. How long will it take to complete that job? Well, that's very difficult to say. Under normal circumstances, with the oil of this viscosity and this temperature, it will take about 14 days. Uppreisnarmenn í Albaníu hafa lagt undir sig 3 borgir til viðbótar í suðurhluta landsins. Stjórnarhermenn sem voru í herbúðum í einni borginni eru flúnir og þar ríkir nú alger upplausn. Óli Tínes. Sjónarvottar í borginni Berat sem uppreisnarmenn hafa nú á valdi sínu segja 6 manns hafi fallið og 20 sæst í átökum hermanna og uppreisnarmanna. Hermennirnir eru nú hins vegar flúnir og uppreisnarmenn hafa gengið í vopnabúr þeirra eftir hrískotariflum og skotfærum. Uppreisnarmenn hafa líka náð að sitt vald 2 öðrum borgum, Korovot og Permet, en ekki hafa borist neinar fregnir af átökum þar. Þótt fyrrverandi hermenn í liði uppreisnarmanna sé að reyna að koma á einhvers konar aga, ríkist víðar hvar upplaust í suðurhluta landsins. Margir þeirra sem ganga veifandi hrískotariflum eru vart af barnsaldri og hinir sem eldri eru hegða sér síst betur og skjóta upp í loftið að minnsta tilefni. Uppreisnarmenn segja að þeir séu samþykkir bráðabirgðastjórn og kosningum í júní sem Sali Berisha forseti boðaði helgina. Þeir sætta sig hins vegar ekki við að forsetinn sitji sjálfur áfram. Uppreisnarmenn kenna Berisha að stór hluti þjóðarinnar tapaði öllu sínu sparifé í ávöxtunarsjóðum sem höfðu lofað fjárfestum sínum gulli og grænum skógum. Stjórnvöldu lögðu blessun sína yfir sjóðina en þeir fóru á hausinn einn af öðrum. Uppreisnarmenn segja að það sé ófrávíkjanleg krafa þeirra að Berisha fari frá völdum. Við gerum hér stutt hlé á fréttum en þegar við komum aftur höldum við til Bretlands þar sem 4 létust og tugir slösuðust í 90 bíla árekstri skammt frá Birmingham. Homeless, gott báðum megin. Nú er auðvelt að prófa lambalæri eða lambahrygg í helgarmati frá SS. SS eða lamb sem hefur meyrnað við kjör aðstæður og er tilbúið beint í ofnum.
SS eða lamb, safarík helgarsteik sem fæst í verslunum Nóatúns. Washington epli. Hefurðu heyrt hvað þau eru góð? Gaman saman með Kims. Tilboð vikunar. Nýja U2 á 1399. Tilnefnd til Óskarsverðlauna Marta Sebastian, söngkonan úr English Patient. Botleðja, sigurvegarar íslensku tónlistarverðlauna. Björk, tónlistarverðlauna hafi Norðurlandaráðs. Japís, hljómar betur. Björn Thoroddsen, gítarleikari, fylgist vel með straumum og stefnum í tónlist. Hann kann vel að meta óvenjuleg og skemmtileg stef sem bera með sér ferskan blæ. Það sama á við þegar kemur að matargerð. Skemmtilegi réttir í dúr og mál frá fjarlægum löndum eiga hjá honum samhljóm. Því velur Björn fersku fljótlegu réttina. 1944, matur fyrir sjálfstæða Íslendinga. Íslensku tónlistarverðlaunin 1997. Splunkunýsa plata sem inniheldur það besta sem íslensk tónlist hefur upp á að bjóða. Ég veit hvar þú býrð. Íslensku tónlistarverðlaunin 1997 á hvert íslenskt heimili. Þessi maður að fá sér Filipinos í fyrsta sinn. Heppnir Íslendingar skipta með sér milljónum í þessum mánuði. Mund eftir að endurnýja. Við drögum á morgun. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. Pottþétt 7, væntanlega í næstu hljómplötuverslun. Sæl aftur. Hörð átök urðu milli Palestínumanna og ísraelskra hermanna í dag vegna deilu brottflutning ísraelskra hermanna frá Vesturbakkanum. Ísraelar tilkynntu á föstudag að í næsta áfanga í brottflutningnum myndu þeir afhenda Palestínumönnum 9% lands á Vesturbakkanum. Yasser Arafat hafnaði þessu strax og vildi fá 30%. 100 Palestínumenn mótmæltu svo ákvörðun Ísraela í dag og kom til harðra átaka milli þeirra og ísraelskra hermanna. Ekkert mannfall varð en þetta eru fyrstu átök sem verða milli þessara aðila síðan í september og menn hafa miklar áhyggjur af framhaldinu. Sjópróf vegna Dísarfells sem sökk í gærmorgun miðja vegu milli Íslands og Færeyja fara fram á miðvikudag. Ljóst þykir að mikill leki hafi valdið því að sjór komst í lestar skipsins og það fórst. Egill Helgason. 2 menn fórust með Dísarfelli en 10 komust af. Þeir hafa síðasta sólarhringinn verið að jafna sig undir eftirliti lækna, sálfræðinga og prests. Rannsóknarnefnd sjóslysa hefur farið fram á sjópróf vegna skipsskaðans og hefjast þau í héraðsdómi Reykjavíkur á morgun, en þar er raunar enn ólokið umfangsmiklum sjóprófum vegna strands Víkartinds. Við sjóprófin þarf að svara mörgum spurningum. Víst þykir að mikill leki hefur komist að skipinu og sjór með einhverjum hætti komist í lestar þess með þeim afleiðingum að skipið fór að halla ískyggilega, gámar færðust til og tók að fara fyrir borð og skipið hvarf í djúpin aðeins fáeinum tímum eftir að skipverjar urðu fyrst varir við að Dísarfellið var farið að hreyfa sig einkennilega. Þessa atburðarás þarf að rekja af mikilli nákvæmni og verður meðal annars leitað svara við því hvernig sjór komst í lestar þrátt fyrir að skipið væri að miklu leyti með tvöfaldan byrðing. 4 létu lífið og tugir slösuðust alvarlega í 90 bíla árekstri á hraðbraut skammt frá Birmingham í Bretlandi í dag. Margir bílanna brunnu til kaldra kola. Óli Tínes. Dimm þoka lá yfir Mið-Englandi í dag og skilyrði til aksturs voru mjög slæm. Þegar 2 bílar lentu í árekstri á M42 hraðbrautinni skammt sunnan við Birmingham urðu afleiðingarnar skelfilegar. Hver bíllinn af öðrum kom æðandi út úr þokunni og keyrði inn í þvöguna þar til þeir voru orðnir 60 talsins. Eldur kviknaði í mörgum þeirra.
Þetta gerðist á suður-akreininni en 20 mínútum síðar varð annar árekstur á norður-akreininni svo til beint á móti. Þar lentu 30 bílar í hrúgunni. Einnig þar kviknaði mörgum bílum og má eiginlega telja mildi að ekki skildi nema 4 láta lífið í þessum ósköpum. Yfir 20 slökkviliðsbílar voru sendir á vettvang en björgunarstarfi gekk hægt í fyrstu vegna þess að bensín flæddi hraðbrautina og það var hætta á að það kviknaði í því. Tugir slasaðra voru fluttir á nærliggjandi sjúkrahús og voru margir þeirra þungt haldnir. Allmargir brenndust alvarlega. Við skulum líta á helstu fréttir kvöldsins. Mannbjörg varð þegar netabáturinn Þorsteinn strandaði við Krýsuvíkurbjarg í dag. 39 manns hefur nú verið bjargað af þyrlu gæslunnar á 6 dögum. Ríkisstjórnin þessa stundina að kynna forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar ákvörðun sína skattalækkanir í tengslum við kjarasamninga. Og kjarasamningar þeir sem gerðir hafa verið síðasta sólarhring við VR og Iðju eru taldir leggja línuna fyrir almenna launahækkanir fram á næstu öld. Og þá að veðri, Veðurstofa Íslands spáir suðvestan stinningskalda allt land á morgun sem snýst í suðvestan golu síðdegis. Það verða él landið vestanvert en léttskýjað austan til, hiti verður frostmark víðast hvar en vægt frost norðanlands. Og Íslenska útvarpsfélagið vill koma því á framfæri hér í lokina vegna mikils álags á símakerfi félagsins núna, þá hefur það hrunið. Það er unnið að viðgerð og vonandi tekst að koma þessu í lag innan tíðar. Tískuvikunni í Mílanó á Ítalíu lauk í gær og það var Giorgio Armani sem rak á hana endanhnútinn. Að þessu sinni lagði hann aðaláherslu á kvöldklæðnað og við ljúkum þessum fréttatíma á að skoða samkvæmisföt frá meistaranum. Fréttatímanum lokið í kvöldi, sjáumst aftur á morgun. Minni þó á fréttir klukkan 10:30 í kvöld. Verið sæl. Verið sæl. I choose my friends, oh, far too well. I'm up on the pavement.